Í þessari viku benti ég ykkur á frábæra fyrirlestur eftir Hans Rosling sem að fjallar um það hvernig heimurinn hefur breyst á síðustu 50 árum og hvernig má búast við hann breytist á næstu áratugum. Og hér ætla ég aðeins að taka saman aðalatriðin í því sem hann sagði og bæta við nokkrum upplýsingum. Árið 1960 bjuggu 3 milljarðar manna í heiminum, 3000 milljónir. Og þær skiptust gróflega þannig að 1 milljarður bjó á Vesturlöndum og 2 milljarðar bjuggu í því sem að við kölluðum þróunarlönd eða lönd sem voru ekki eins rík og Vesturlönd. Á Vesturlöndum var dægurmenning, fólk vann auðvitað en fólk gat leyft sér alls konar munað og ef fólk var að safna fyrir einhverju þá var líklegast að vera að safna sér fyrir bíl. Meðan í þróunarlöndunum þá snerist lífið að mestu leyti að bara bjarga sér frá degi til dags, útvega sér mat, annars myndi maður bara hreinlega deyja úr hungri, og ef maður voru að safna fyrir einhverju þá höfðu maður efni og hugsanlega að kaupa sér skó. Þetta er gríðarlegur munur og þarna er stórt bil á milli, þar sem að 2/3 mannkyns í raun hafa ekki efni á neinu öðru heldur en hugsanlega að kaupa sér nýja skó, á meðan að 2/3 mannkyns lifa þannig og 1/3 mannkyns lifir við vellýsingar og ríkidæmi. Og það sem hefur gerst er það að í dag er mannkyn orðið 7 milljarðar og við erum mörg ennþá með þessa mynd í hausnum af heiminum að það séu við hérna á Vesturlöndum sem séu rík og restin af heiminum sé fátæk, og við gerum ekki einu sinni greinarmun á margir unglingar geta varla nefnt eitt land í Afríku. Margir halda að Afríka sé heilt eitt land, meðan þetta er heil heimsálfa og í Afríku er fullt af brjálæðislega ríku fólki. Heimurinn hefur breyst mjög mikið. Þar sem þetta var þannig að 2 milljarðar höfðu kannski efni á að safna sér fyrir skóm ef þau voru heppnir og 1 milljarður fyrir bíl, að þetta hefur breyst þannig að við þessi ríkustu Vesturlandabúar erum ekki lengur að safna okkur fyrir bíl, það þykir sjálfsagt að eiga bíl, og við erum frekar þá að safna okkur fyrir ferðalögum til fjarlægra heimsálfa, og þarna á milli hefur bilið á milli þeirra fátækustu og ríkustu verið brúað, þannig að það er komin milljarður af fólki sem að núna getur eignast bíla, og það eru 3 milljarðar sem eru svona stiginu fyrir neðan það, sem að safna sér fyrir mótorhjóli eða hjóli. En þeir fátækustu á jörðinu eru ennþá jafn ofboðslega fátækir og þeir voru fyrir 50 árum síðan. Það er ekki lengur þetta gap á milli, það er ekki lengur þetta rosalega bil á milli þeirra ríkustu og fátækustu. Það er að segja að það er ekki svona hóla, en bilið á milli þeirra fátæku og ríku hefur aukist. Þeir ríkustu geta núna gert fleiri hluti heldur þeir gátu fyrir 50 árum, en þeir fátækustu eru ennþá alveg jafn fátækir. Og flestir íbúar á jörðinni er einhvers staðar þarna á bilinu að geta safnað sér fyrir hjól, mótorhjóli eða bíl. Þannig að sjáu þið hvað bilið hefur stækkað, en samt hérna er búið að brúa það. Það er fólk sem fyllir núna, það er orðið samfella. Eftir nokkra áratíð viðbót miðja þessa öld þá má reikna með að við verðum orðið 9 milljarðar, og það hefur hægt á fjölguninni. Á síðustu 50 árum fór þetta upp úr 3 í 7 og við búist ekki við að fara upp í 9. Og þetta mun að mestu leyti verða þannig að það mun sá milljarður sem að gat safna sér fyrir bíl, getur það núna, hann mun vera farin að fara í ferðalög, á meðan að þeir sem að núna er að safna fyrir hjólum eða mótorhjólum, að á þeim svæðum þá munum menn lifa eins og við gerðum hér fyrir 50 árum, þar að segja menn munu geta keypt sér bíla. En takið eftir þessum fátækustu, hvað með þá? Munu þeir verða ríkari og færast í þessa átt, eða munu bara fjölga þarna í fátæktinni? Líklegasta niðurstaðan er því miður þessi, að þó að þeir sem að hafi það sæmilegt núna, að þeir munu verða ríkari og sérstaða okkar muni minnka, að þá mun bara fátæku fólki fjölga þar sem það er, fólkinu sem að getur í mesta lagi safnað sér fyrir nýjum skóm. Og ástæðan hefur með það að gera hvað fólki fjölgar ofboðslega hratt.
Það er ennþá svæði á jörðinni þar sem að fólk eignast mjög mörg börn. Á meðan á Vesturlöndum er þetta orðið þannig að við höfum það sem við kallum kjarnafjölskylduna sem er mamma, pabbi og 2 börn. Og ef þið hugsa út í það að ef að fjölskylda eignast 2 börn og bæði börnin verða fullorðin og þetta gera allir, þannig að meðaltali hverjir 2 einstaklingar eignist að meðaltali 2 börn, þá stendur stærð samfélagsins í stað. Hverjir 2 einstaklingar í þessari kynslóð skila 2 einstaklingum í næstu kynslóð, þannig að samfélagi getur ekki stækkað. Í Afríku hins vegar ef að þú eignast 7 börn, þá náttúrulega stækkar samfélagið, þannig í næstu kynslóð verður það ennþá stærra heldur en það er núna og fólki fjölgar ofboðslega hratt og það er ekki gott, sérstaklega ekki í fátæku landi. Það eru tengsl á milli þess hversu mörg börn þú átt og annarra þátta. Hér er til dæmis búið að bera saman bara ríkidæmi, peninga og það hvað maður eignast mörg börn eftir löndum. Hvert land er ein hringur, stærðin á hringnum eru hvað margir búa í landinu og liturinn er hvað heimsálfa það er. Við sjáum þarna að eftir því sem fyrir lengra til hægri á myndinni, þar eru fleiri börn sem hver kona eignast. Heimsmetið er greinilega í kringum 7 börn og því lengra þú fer til vinstri því færri börn eignast hver kona og við sjáum að það eru til lönd þar sem að hver kona eignast bara rétt rúmlega 1 barn að meðaltali. Það eru auðvitað allt og lítið til þess að viðhalda samfélagið, það fólki fækkar ef að konur eignast ekki 2 börn allavega. Ef þú fer ofar á myndina þá ertu að tala um ríkari lönd og þú fer neðar þá ertu að tala um fátækari lönd. Þarna er búið að draga línuna við 2 börn og öll lönd sem eru þarna með við línuna, þar er fólki að fækka, á meðan öll lönd sem eru hérna með við línuna, þar er fólki að fjölga. Og það þó að ungbarnadauði sé mikill í þessum löndum, því að ef þú eignast 7 börn og það deyja 20% af þeim, þá fjölgar þeim samt. Og ef við skiptum þessu í rík og fátæk lönd, þá sjáum við það að það er miklu þéttari pakkinn með ríku löndin og ríku löndin þar eru færri börn heldur en í fátæku löndunum. Ísland er þarna, við erum frekar ríkt land, við erum eitt af ríkustu löndum heims og þið sjáu niðri að á Íslandi eignast hver kona meðaltali 2,1 barn. Það þýðir að Íslendingur fjölgar en ofboðslega hægt. Það er næstu þannig að við munum bara standa í stað. Mun ekki fjölga mjög mikið á næsta árum. Hér hins vegar á hinum endanum höfum við landið svo Níger. Þar eignast hver kona meðaltali 7 börn en þar er ofboðslega fátækt. Við sjáum að hérna innkoman er ekki nema 668 ef við berum það saman við 33.900 rúmlega hjá Íslandi. Það er ofboðslega fátækt. Þegar þið teiknið upp svona mynd og fáið öll löndin svona skala, ef þið getið séð svona línu í gegnum hérna löndin, þá er þetta að segja að sé fylgni á milli þessara þátta. Það er að segja að það er fylgni á milli þess hversu ríkt fólk er og hversu mörg börn það eignast. Og í þessu tilfelli liggur línan svona niður hérna frá ríkari löndum niður eftir skalanum, þannig að það er neikvæð fylgni. Því fleiri börn sem þú átt, því minni pening áttu. En fylgni er ekki að sama orsakasamband, það er að segja að það getur verið ýmsar ástæður fyrir því að þetta tvennt fylgist að. Það er ekki þar með sagt að það að eignast öll þessi börn valdi fátækt, það getur verið eitthvað annað sem veldur báðu. En það er fylgni á milli þess hversu mörg börn fólk á í löndum og hversu mikið fátækt er í þessu löndum. Fólki fjölgar hratt í fátækstu löndunum, á meðan að fólki fjölgar hægt eða ekki í ríkustu löndunum á jörðinni. Og ef við skoðum bara lífslíkur, hér sjáum við lífslíkur, hversu lengi maður getur búist við að lifa. Ef við sjáum að í sumum löndum á maður búist við að verða 80, rúmlega 80, tæplega 90 ára gamall, næstu 85 ára gamall. En í öðru löndum þá er þetta rétt tæplega 50 sem að fólk má reikna með að lifa. Og við sjáum aftur að hér er lína, þannig að lífslíkur verða minni eftir því sem barnafjöldin er meiri. En hvernig má maður fækka barneignum? Jú, fyrsta lagi með því að minnka ungbarnadauða. Vegna þess að þú minnkar ungbarnadauða, þá þarf fólk ekki að eignast svona mörg börn. Og þetta fylgist að. Ef börnin fara að lifa af, þá fer fólk að eignast færri börn. Og það er gert með betri heilsugæslu. Árið 2010 er reiknað með að hafi dáið 7,5 milljón barna í heiminum fyrir 5 ára aldur
og meira en helmingur af þessum börnum hefði ekki þurft að deyja. Þetta eru börn sem dóu úr lungnabólgu, niðurgangi, fyrirburafæðingum, erfiðum fæðingum, vannæringu eða hungri, malaríu og þriðjungur eða helmingur af þessum börnum dó úr hungri eða vannæringu, fengu ekki nægan mat. Núna í ár var sendt út neyðarkall frá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna vegna þess að meira en 1.000.000 börn eru bara núna á þessu augnabliki í verulegri hættu á að deyja á Sahel-svæðinu í Mið-Afríku sem nær yfir nokkur lönd. Þar á meðal Níger sem var landið sem við bentum á áðan sem eitt af fátækasta landi í heiminum. Og þetta stafar af þurrkum og svo reyndar flóðum líka, það komu flóð og eyðilögðu mörg þorp og styrjöldum átökum. Það sem þarf að gera er að það þarf að tryggja fólki hreint vatn og mat og það þarf að tryggja frið í heiminum. Ef okkur tekst að minnka ungbarnadauða, þá er þetta að stíga skref 2 í að stjórna mannfjölda sem eru getnaðarvarnir, það er að segja, gera fólki kleift að stjórna því hversu mörg börn það eignast. Þegar getnaðarvarnir eru komnar inn sem eðlilegur og almennur hlutur, þá getur fólk farið að skipuleggja líf sitt, til dæmis með tillit til menntunar, frama eða ánægju, hamingju, farsældar. Þannig að fólk getur farið að stýra lífi sínu sjálft. Og það er þetta sem þarf að koma á í þessum fátækustu löndum. Það þarf að gefa sérstaklega konum, ungum konum, vald yfir lífi sínu, vald yfir því hversu mörg börn þau eignast og það þarf að sjá til þess að börnin sem þau eignast lifi af og síðan þarf að tryggja þeim möguleika til að mennta sig, vinna og eiga hamingjusamt líf. Því miður er það þannig að í dag er fátækasta fólkinu í heiminum að fjölga hratt. Það er ekki að færast í átt að þeim ríkari, það helst fátækt og því fjölgar þar sem það er. Það er möguleiki á því að stöðva þetta og færa fólkið í átt til þess ríkara, en það gerist ekki nema við bregðumst við. Það gerist ekki nema okkur takist að hindra það að börn deyi svona ung. Það er alveg ótrúlega hratt sem það gerist sem að börnum fer að fækka leið og maður fer að tryggja það að börnin lifi.